Áður en við byrjum viljum við taka skýrt fram að ekkert sem fram kemur í þessu hlaðvarpi ber að líta á sem fjárfestingar, fjármála eða skattaráðgjöf. Hlaðvarpið er eingöngu ætlað til fræðslu og almennar umræðu Bitcoin, sýndareignir og tengd málefni. Fjárfesting í sýndareignum felur í sér áhættu. Verð getur sveiflast mikið og þú getur tapað hluta eða allri fjárfestinguðinni. Kynntuðu málin vel og taktu sjálfstæða ákvörðun ef þú ætlar að fjárfesta í sýndareignum. Takk fyrir. Komið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er föstudagurinn 10. júlí 2026 og Bitcoin er í $64.050 og hjá mér er sestur eftir langa fjarveru Björn Harðarsson. Vertu blessaður Björn. Blessaður sæl, gott að koma í stúdíóið aftur. Og velkomin heim. Já, takk fyrir. Þú bara kemur með Spán með þér í stúdíóið. Ég fannst að við hæfi sko að spænsku treyjunni. Koma frá Spáni og Spána spila í kvöld. Og ertu bjartsýnn fyrir hönd Spánarana í kvöld? Já, mér Spánur búin að spila bara mjög vel að litla sem ég sé svo sem ég ekki sé nægilega mikið á mótinu en mér skilst þetta belgandir þetta sé búin að spila vel líka sko. Já, við tókum þetta sko, þú komst með punktinn sem var alveg valið punktur en kannski átti ekki eins vel við fyrir þetta mót að það væri eitthvað lið úr álfunni sem væri líklegt, nú eru þau öll dottin út. Já, það þegar ég segi álfunni þá veit ég ekki hvort að tölfræðin sé alveg nákvæmlega þannig, það kannski Ameríka í heild sinni eða eitthvað. Norður og suður. Þannig að það ennþá möguleika Argentína að vinna þetta, það sést að Evrópa vinni ekki utan sinna heimsálfu. Já, einmitt. Ég held að, eins og ég bara sagt, England, ég trúi því, England vinnur þetta mót. Ég hef sagt það hérna og ég ætla að vera samkvæmur sjálfur mér og það verður ekkert gerst á þessu móti sem fær mig til að sjá eftir þeim ummælum. Og ég ætla að halda því fram að sigur englendinga gegn Mexíkó. Ég er rosalega spældur í mistað þeim leik, ég var alveg staðar á hann í að horfa á hann leik og án og yfirleitt ekki miklu meiri leikum með að vaka þennan tíma, þrautþjálfaður NBA árandi. En af einhverjum ástæðum þá tek ég ákvörðun að horfa á hann frekar upp í rúmi þegar hann er senkað klukkutíma, ég ætla að horfa á hann í stofunni. Og bara síðast sem ég man er að það var korter í leik og korter í 1 og svo bara vaknaði klukkan 7 og síðan leikurinn fór 3-2 en sko þessi leikur fyrir leikinn höfðu Mexíkó tapað 2 leikjum á Azteca frá árinu 1966. Það er svakalegt. Sem einmitt árið sem England vann í sitt fyrsta og eina skipti HM. Þú ert að segja þetta sem skrifaði í skíin? Ég nokkuð veginn að segja það. Var fór HM fram á Englandi? Englandi, já, 66. Já, af því að það þessi... Úrslitaleikurinn var á Wembley. Já, einmitt. Það þessi... Vann Vestur Þýskaland, 4-2 eftir framlíkingu. Já, og það þessi iconic mynd sem nú ein frægasta mynd sögunar af Nobby Stiles dansa með byggarinn með haldandi á gervitónunum sínum. Ekki bara það, heldur 1986 þegar líklega frægast eða skulum segja alræmdasta mark knattspyrnusögunar skorað gegn englendingum. Þá var þetta í Mexíkó það ekki? Af Maradona með hendi Guðs. Já. Það var á Azteca. Já. Þannig að þú veist, þetta var rosalegt og eitthvað veginn gríðarlegt mótlæti sem þurfti að sigrast á manni færri eins og Zlatan sagði sko bara þetta voru sannarlega 10 ensk ljón sem héldu víginu og þú veist þannig að já en þeir eru núna að fara að spila svo á morgun leikur sem ég mest spenntur fyrir á móti Norðmönnum sem klálega spútninglið mótsins. Já. Þannig að það verður klálega erfiður leikur en já, maður byrjar að hita upp It's Coming Home lagið ef þeir sigla honum, ekki spurning en ég úr HM yfir í skiltæmi, þú varst að koma úr útlöndum. Já, heyrðu, fyrst þú varst að minnast á það langar mér að
Ég ætla að byrja þetta með svona smá sögu. Manst eftir því hérna, ég má vel ekki segja þessa sögu, sko. Það verður örugglega að vinna slit. Manst eftir að hérna, ég baði hérna svona peysu eins og því. Já. Fyrir eitt félag, menn digga hlustenda. Og svo hérna bara, hérna leti hann hafa peysun og hann þakkaði mig kærlega fyrir og sagði síðan hann hefði ekki átt vona á þessu. Nei. Ég bara, já, en bara þú hérna baðst mig peysuna. Hann bara, nei. Og ég fyrir að fletta þið upp, þá sendir hann mér SMS eftir eitt þáttinn okkar og segir hérna, á ekki Kjartan aðra peysu. Og ég bara, jú, ég skal bara kanna það, svaraði ég. Þú náttúrulega skildir hann eða þannig að hann var að Biðjum að peysu fyrir sig, aðra peysu. Því ég var búin að fá peysu og aðra peysu, sko. Heyrðu, þá bara var það víst þannig að honum fannst þú bara vera svolítið oft í þessari peysu sem þú ert í. Þannig að ég gerði mig hérna til og var að vonast til að þú getur hérna gert eitt fyrir mig jafnvel núna, sko. Ég veit ekki hvort þú ert til í það, sko. Að hvort þú getur bara skipt hreinlega föt. Hvað ertu að segja? Ég hérna, og ég ætla að gefa þér samt val af því að þú veist, það er alltaf gott að hafa eitthvað val, sko. Já. Að, það er ein hérna fyrir félag okkar hérna Yngva Þetta er tröllagjöf, maður. og ein hérna fyrir þig hérna. Vá. Þú lýgur þessu. Takk fyrir þetta, maður. Ég er svo fegin að það er engar utanlandsferðir á döfinni. Og við höfum alltaf keypt peysur frá hérna hverjum stað einhvern veginn, sko. Og það er líka alltaf bara orginalinn hjá þér, sko. Það er... Þetta er svo góð, þetta er svo mikið En strákar, en að því þú verður að hafa eitthvað val og fótboltinn er að koma heim. Já. Nei, þú ert að grína, Björn. Á hvað ég líka að henda í Hvað ert að segja? aðra hérna. Já, hérna, hér. Númer þetta er þú, Yngvi minn. Þú ert að djóka? Nei, og hérna. Já, hérna, hér. Coming home. Herðu. Ég fer í hana... Takk fyrir, maður. Já, kæra þakkir. Þú getur verið annar í kvöld og hinn á morgun. Þetta er ótrúlegt. Ég þakka að kella fyrir. Sko, ef leikurinn fer eins og ég reikna með að fara í annað kvöld, þá mun ég mæta í þessari treyju. Já, sko, ég var að hugsa að koma með Englandstreyjuna næst. Já. Svo var ég smá hrættur og Holland myndi eyðileggja svolítið fyrir mig stemminguna, sko. Já. Ég ákvað bara að koma með hann núna. Já. Þetta hljómar örugglega ekki vel að segja þetta. Við sjáum til. En þakka að kella fyrir, Björn. Ég get svarað þessu að eins og með Andri Sönd, hann er með fataskáp með marga flíkur en allt sömu flíkunar, sko. Ég á svona 6 svona peysur. Þannig ég er ekki alltaf í sömum peysunni en hérna, við höfum verið með eitthvað 3 liti, sko, af þessum myndkurspeysum. Ég finnst þetta bara langflottasti liturinn. Sammála. En hérna, sko, þá kannski yfir, og það er alveg að ýmsu að taka, og það sem ég vil tala sko, það er bæði, við ætlum að tala aðeins hvað er að gerast í milli Bandaríkjanna og Írans. Þegar það hefur dreigð til tíðinda þar, svo sem er stöðugt að draga til tíðinda. Ég vil líka aðeins fjalla Clarity, reyndar ekkit svo mikið fjalla, en samt svolítið mikilvæg punktur. Og svo bara held ég að komast ekki hjá því að fjalla aðeins meira strategy og fjalla líka aðeins ETF-ana. Mér langar hins vegar að byrja umræðana á því sem hefur verið að gera þér innan landhelginar á Íslandi og það er, já, ég held að bara að með túlka þetta sem þetta er bara gagnrýni, mín persónuleg gagnrýni á sérstaklega einn íslenskan fjölmiðil, Viðskiptablaðið. Okay. Sko, það, og ok, eins og ég segi, við náttúrulega eins og ég fjallaði minni síðast þætti, þá fáum við þetta starfsleyfi 27. júní og tilkynning kemur fram á SÍ Seðlabankans þess efnis 27. Og ég meina gott og vel, ég veit ekki, mér fannst það alveg fréttnæmt, sko. En
gat svo sem alveg líka skilið að það væri ekkert verið að fjalla þetta í fjölmiðlum að því að bara krypto hefur ekkert verið mjög heitt topic undanfarið sko og hérna en jú, smá vonbrigði en tók það ekkert svo næri mér nema hvað svo frekar viðamikil frétt á Vísindablaðinu það að Binance sé ekki að fá þetta starfsleyfi og ég les fréttina og hérna ég var svona mér fannst nú liggja alveg sko það vel við höggja svona nánast bara lélegt að koma ekki með í niðurlagi fréttarnar en þess má geta að það íslenskur aðili hérna Myndkaup sem hefur tryggt sér þetta starfsleyfi sem stærsta rafmyndaköpull í heimi hefur ekki tekist að fá sér en svona humaða samt að mér og hugsa að þetta eflust bara einhver copy-paste frétt hérna frá okkur merlendum fjölmiðlum Binance sko herru, svo kemur núna bara í gæri eða fyrradag þá kemur önnur stór frétt og mikil það að einn helsti samkeppnisnautur einn helsti samkeppnisaðil okkar hafi ekki tekist að fá þetta leyfi Já, ég sá það og verði að hætta starfsemi í sömu frétt tekið fram að þetta hafi verið næst stærsti aðilinn hér á Íslandi án þess að minnast á hver stærsti aðilinn þá og svo haldið áfram og í niðurlagi fréttarnar fjallað alla þá aðila sem fengu ekki þetta leyfi ekki einu orði minnst á að hér á Íslandi sé starfandi aðili með þetta leyfi og að það sé Myndkaup Já, skrítið Já, þú veist, á þessu tímamóti maður bara herru, þú veist, þú sem sálfræðingur getur votta ég get varla verið mjög sjálfhverfur þegar ég segi, herru, þetta skrítið. Já, þetta skrítið. Og þetta eiginlega það skrítið að það eiginlega ekki mikið svigrúm til að túlka þetta með öðrum hætti en það sé bara sá sem alltaf að skrifa þessa frétt bara eitthvað persónulega á móti Myndkaupum, sko, því að þetta mjög óvandaður fréttaflutningur þannig að þá ég alltaf búin að koma því frá mér en hérna mér fannst það stórmerkileg mér fannst það merkileg að mér fannst ég verða að fjalla þetta því að þetta var bara fannst mér fréttnæmt fyrir þetta hlaðvarp sko en já hérna þá kannski að við förum í útfyrirlandstina Já, ég held að við ættum að byrja að tala aðeins strategi Ég held að við ættum að byrja að segja aðeins frá því hvað að gerast með Bandaríkin Íran, bara byrja aðeins víðara linsu og þrengja okkur svo yfir í hérna sko og líka setja aðeins saman við það sem eru gerst við Bitcoin að sko nú gerist það að Trump svolítið ég slæði saman dögunum en mér langar að segja hvað það 4 dagar, eitthvað svoleiðis 5 dagar, ég man ekki Þetta eitthvað nálægt viku að þá raunverulega bara fréttin svo að vopnahléið sé bara búið og Trump segir bara ég hef engan áhuga að semja við þetta lið þetta sjúkt lið Þetta bara kúkú og hérna þú veist við bara sörum þeim hérna fullum þunga ef þörf krefur og allt í einu svona skilabóð sem markarinn fær bara ok, það bara eitthvað veginn það bara aftur full-blown war í gangi og markaðir bregðast við því með hérna lækkunum, líka Bitcoin svo verið svona staðan eitthvað vera núna að hérna að minnstakosti svona eftir því sem ég kemst næst að það ekki alveg svo klift og skorið ég var að greina þetta aðeins með gervigreindinni og bera saman svona helstu umfjöllun í hérna fjölmiðlum og svona það sem virðist vera konsensun það svolítið svona hvorki nýja það má sannarlega ekki segja að sé vopnahlé fyrir hendi, það má heldur ekki segja að sé kannski stríði sé alveg á hæsta stígi sko, það ennþá einhver umræður í gangi og hérna samtal þetta alltaf hans ég les úr og mér sýnist markaðurinn hafa alveg þetta alveg samræmi viðbröð markaðin síðust daga það að leita aðeins upp og Bitcoin fór ég held ég undir 62.000 og núna eitthvað í kringu 64 þannig að já þetta svona þetta held ég að sem þarf að
segja þetta ástand og þá kannski að ég fá þig Björn til að fara yfir ETF-ana og strategy og það er svo sem erfitt að lesa eitthvað í þetta verð sko, þetta er svo sem bara þú veist, sveiflur upp og niður bara á okkur svipuðu róli, það var nána að segja þetta segir svolítið flatt, en ég meina samt í ETF-ana, ég meina þá þú veist, þá erum við erum ekki eins mikið útflæði, við vorum í pluss 7. og 7. og svo eitthvað aðeins í mínus 8. og 9. en heildina séð á þessum 4 dögum samtals 107 milljónir í pluss sko. Þannig að þú veist, útflæði að minnka allavega og þú veist, og þetta segja það mögulega snúast við þó maður geti ekki tekið svona örfáa daga til að segja til það sko. Þetta er áhugavert hvað þetta samt oft hefur verið mikið hérna, hvað heita hérna, stæðstir hérna, BlackRock. Mér ég held að sé ekki komin útflæðisdagur á Goldman sjóðun síðan hann kom í lofti, hann er ekki gamall sko. Man tala litlar tölur þar. Já, ég held það sko. En sem ég segja það sé annar hópur, þetta sé svona wealth management, eitthvað svona, þú veist, sem eru frekar, þú veist, einhverju vilja meina það, eru frekar að setja yfir í löngdar, en svo var nú stundu sagt það BlackRock til að byrja með, þannig að maður veit það ekki, sko. Þannig að, þú veist, já, það er alveg að, þú veist, það er ekki sama mikla útflæði og var. Það komu þetta talað útflæði, en þá þetta, ég veit ekki hvort þú segja stóra fréttin, því þú veist það er að setja því eitthvað samvikið hversu stór fréttin að einhvern mann hefði það talist mjög stórt að Strategy seldi ekki bara 34 bitcoin eða hvað var hann að daginn, þess seldi núna 3588 bitcoin. Já, einmitt. Það hins vegar svona ekki nema 0,5% af heildarmagniði sem eiga. Það er samt alveg það er svolítið mun á 0,5% eða 0,014 sko, eða hvað það var. Já, og svo getum við sagt þetta er alveg chunky sala sko. Já, og þetta eru bitcoin sem þeir keiftu á meðaltalinu 60.000 og seldu þá á meðaltalinu 75.400 eitthvað. Nei, öfugt fyrir ekki. Öfugt, já, einmitt. Þannig að þeir eru að selja í tapi. Já, einmitt. Og var nýbúinn að manstu þegar hann seldi þessi 32 bitcoin, þá kaupir hann svo 2700 okkar nokkur dögum eftir. Já. Og meiri sér svo að selja meira en það og í tapi. Þú veist, þetta bara lúkið á þessu pínu bara, þú veist, þetta það er ekkert við þetta sem sannfærandi. Já, og Seilóren greinilega ekki með hann að kaupti botnin og seldi toppin, hann með þetta öfugt, sko. Já, að minnst að kosti, já. En þú veist, ég veit ekki hvað það minna, þú veist, sumir segja hann sé að selja til þess að eiga þetta fyrir forða, en hann þurfti ekki gera það núna, hann komið 17 mánuða á forða þegar hann áður en að seldi. Já, og líka bara, þú veist, af hverju varst það að kaupa þetta strax aftur, þannig að, þú veist, skömmu eftir og seldur hann að 32, því að, þú veist, þannig að maður svona, já. En það sem ég finnst eiginlega kannski, ég geti sagt þessu, fréttin í þessu og svo ætla ég að minnast á annað. Fréttin í þessu kannski það að, sko, Bitcoin, þegar fréttin kom, þá fór Bitcoin aðeins niður, en þeir enduðu daginn 3% í pluss. Sem segir það rauninni að það engin að panika yfir því að Sailor sé að selja. Nei. Og þú veist, en maður veit náttúrulega ekki, þú veist, þetta er náttúrulega ekki eins og segir, þetta er ekki stór sala, þetta er ekki stór hlut, þetta er 0,5%, þetta er með að minna en 0,5%, þetta er 0,4% af því sem Strategy á. Þetta er stór sala með það, hann hafi alltaf sagt hann ætla ekki að, þú veist, selja, sko. Og þetta er líka bara stór sala almennt, ég meina þetta eru, þú veist hvað, þetta eru meir en $200 million. $216 million var þetta, sko. Já, $216 million og hérna, sko, ef það byrjar að færast í aukana, þá held ég að við getum alveg, þá ég ekki til að sjá okkur panik eiga sér stað, sko. Nei, það sem ég hugsa aðeins í sambandi við þetta, meina nú, þú veist, þetta hefur ekkert þýtt það að, sko, enn sem komið allan og ekkert vist að það gerir það að þetta stretch nái þessu pari 100. Nei. Og þú veist, og hann getur kannski ekki endalega selt hlutabrif sem líka, þú veist, bara í kringu naf eða undir naf, sko. Þannig að þú veist,
Ég get alveg trúið því, þú veist, við talaðum það á síðasta árið hefur strategi verið raunin nánast eini kaupandinn á markaðinum. Ég held að og það vantilega bara út frá okkar skoðunum bara jákvætt, að ég held að þessi tími strategi sé að kaupa endalaust og það er bara liðin. Ég held að hann sé bara nokkuð veginn liðin. Ég vona það raunin. Ég er líka alveg sammála því sko að En við hefum alltaf haft einhvern svona kaupanda, við vorum með strategi núna einhvern langan tíma, við vorum með Galaxy á sinni tíma og svo þetta bara svona kaupa allar sjóðina og svona sko. Það er engin kaupandi þarna og maður sér það rauninni bara á, það er ekkert mikill sölupressa og kauppressa og meira að segja sko þessi hækkun sem var núna daginn, það var rauninni bara short sem voru verið að likvidita þetta rosa mikið sko. Þannig að það er rosa lítið í gangi. En svo bara til að vera jákvæður í sambandi við þetta allt saman. Ég sá einhverja tölur sko frá byrjun árs 2025 að þá hefur samt sko fyrirtækir sem er að kaupa Bitcoin hafa fjölgað held ég bara helming. Er það um að fyrirtækjunum sjálf hefur fjölgað eða Bitcoin stöðu fyrirtækjana? Nei, bara fyrirtækjunum sjálfum sko. Já. Og rauninni, þeir eiga orðið þá 5% af öllu Bitcoin og það public companies. Já, og með þessu er strategy inni. Jú, strategy inni í þessu. Já, sér það ef þetta er 5%, þá er þetta 1 milljón og strategy með 800.000. Já, og ég hef líka sagt þessar tölur svona sem bara til gamans að síðan halfing þá hafa rauninni, þetta er bara svona update á þessum tölum, síðan halfing þá hafa sko þessi fyrirtæki public companies keypt 2,8 sinnum meira heldur en nýtt komið á markaðinn. Sjáum það ekki í verðinu, en vonandi sjáum við það bara með tímunum í verðinu, sko. En núna bara í mæ, þá, ég veit ekki hvað seilorinn er mikill hlut af því, þá keypti þessi fyrirtæki 43.557 Bitcoin, bættu við sig. Þannig að það er alltaf eitthvað þarna í gangi, en svo veit ég ekki hvað, munið þess að tölur væntanlega eitthvað lækka við það að strategi er að detta svolítið út sem ég gerir ráð fyrir, sko. Já, ekki sko, ég tala nú ekki ef hann lendir í þeirri stöð að þurfa að selja meira og meira, sko. Já. Já, Clarity sko þá er í rauninni það er ekki neitt nýtt það að segja, það er að segja að þetta er enn í þeirri stöðu að þetta þarf að fara í atkvæðagreiðslu fyrir öldungadeildina og af einhverjum ástæðum, það er væntanlega á það við þá öll frumvörp gerir ég ráð fyrir sem ég vissi ekki fyrir einhverjum mánuðum að það þarf 60 atkvæði. Það er, ég gerir ráð fyrir með skrýta það að ég bara við frumvarpa þessu tægi sem Clarity ættir, ég gerir ráð fyrir að það sé bara eitthvað þegar það er verið að samþykkja ný lög, ég er ekki alveg með að reyna. Að minnsta kosti veit ég það að Clarity frumvarpið þarf 60 atkvæði af 100 á öldungaþinginu, í öldungadeildinni. Og sko umræðan er bara, finnst mér öll að verða neikvæðri eða það er að segja svartsýni að þetta muni takast og þar kemur svolítið inn þegar ég verið að segja að það megi telja Trump það til tekna, hann hafi staðið við það sem hann hefur lofað en að sko gallinn við að er að hann hefur gert svo margt bara sem hann hefði viljað hann hefði ekki gert sem hann vissulega getur sagt að ég lofa ekkert að gera þetta en þá er það bara þetta sko þegar þær gjörðir eru að þér virðist vera að fara að bitna á því að þú getur staðið við gefin lofórð þá kannski breytist það aðeins máli sko því að núna þú veist manni finnst sannarlega eins og ef þetta rugl allt hefði ekki verið hjá Trump allt þetta kryptó braskans þá finnst manni frekar líklegt að það væri nú þegar búið að samþykja Clarity frumvarp og það væri orðið að lögum. Já, því nú virðist bara
svona miklu meira talað þetta siðfyrirst hluta frumvarp sem seldur og bara að mjög gefnu tilefni sko. já. Það er málið sko. Já. Og þá kemur þetta svolítið inn á sko, þú veist, að því maður var með þetta svona tvent aðskilja bara okkur lofur annars vegar og svo bara ertu að gera eitthvað sem þú veist maður vildi að það ekki vera að gera en gott og vel, þú lofar engum að gera það ekki sko, en þegar það virðist vera sem þú náir ekki að standa við þessi lofur þráttur að þú setji vissulega að reyna að íta því áfram og það virðist vera einmitt að það sé þetta hitt sem þú er búin að vera að gera sem er svolítið að skemma fyrir það sko. Já. Og þú veist, ég sko, það var nú að tala við mann sem ég tek nú mikið mark á þegar hann er að tjá sig stjórnmála skoðanir og svo sem önnur málefni og hann hafði nú verið svona sympatískur á Trump sko og talaði það mikið að hann væri bara alveg nauðsynlegur í aðdraganda kosninga sko og hann var svo leiðis búinn að sko skipta skoðun sko. Hann sagði bara, þú veist, þessi maður má bara þakka Guði fyrir að hann endar ekki í fangelsi sko ef hann kemst eitthvað út úr þessu kjörtíðanbili sko. Og ég viðkenni sko að heyra þetta frá þessu manni og auðvitað á maður ekki að bara láta skoðanir sína myndast af skoðunum annara sko en auðvitað hefur það áhrif þegar eitthvað sem maður tekur marka og hlustar á tjáu sem þess mæti að ég er svona einhver veginn og ég fór svolítið að bara spyrja mig hvað finnst sjálfur mér sko ég er pínu lost sko ég þú veist að einhverjum tímamúti þú veist, ég meina er þetta ekki að mörguleiti, er þetta ekki svolítið svipað og með þjálfara ég man eins og margir United menn þegar hann kom hana, man ekki hvað hann hét hana, þjálfarni sem var með þeim já, sem bara allir voru eitthvað þetta er bara geggja og við munum þurfa að tapa einhverju leikjum til að byrja með hann er komið nýtt system og okkar svo nánast fjallan með liði sko Rúben Amorim það munaði bara ekki miklu sko og þá endanum voru bara, þú veist, menn voru bara þú fannst ekki lengur neitt United mann sem það voru allir bara þessi maður þarf að fara og það bara ASAP skelvilegur þjálfari að minnstakosti fyrir þetta United lið en þeir voru alveg til í að vera mjög lengi í gegnum öll töpin sko að segja bara neðan það bara meiri tíma og þetta mun allt komið ljós hvernig hann er rétti maðurinn og ég viðurkenni ég er svolítið farin að upplega mig svona þannig sko sem gafar Trump sko þú veist, já, vonandi fáum við kryptofólki þá bara betri þjálfara eins og United fekk betri þjálfara síðan og fór að ganga betur einmitt Nei, þú veist, ert ekki pínu sammála að svona tengja við þetta sko bara þú veist maður er bara ekki að sjá neitt árangur Jú, ég er alveg sammála ég veit ekki, mér fann að langa bara til að það sé eitthvað svo mikið að gerast í krypto þannig að við getum bara sleppt að tala um Trump sko. Þú veist, nú langar mér bara að tala um memecoin sko. Já, nei, það er alveg rétt hjá þér sko en ég vildi nú bara tala um þetta út af í samingi við Clarity frumvarpið sko. Ég segi bara svona, þú veist, og það er ekki að meina Trump ég er bara að meina sko þú veist, einu sinni var alltaf svo mikið að gerast auðvitað, meira í búlmarkað svona, þú veist, þetta og hitt að gerast og þetta hækka og hitta og svona þetta er svo mikil áhrif sko. Já, það er rosa mikið sko í rauninni punktarnir núna til að vera að tala um það er annars vegar einhverju svona geopolítískur sko konflikt þú veist í Miðausturlöndum, Úkraínu og svona og svo er annars vegar rosa mikið bara sko lagasetning og svona þróun eitthvað veginn löggjafar og svona stjórnkerfi skæfart bygg og nú er til dæmis það sem er að gerast núna er að gott ef sko Circle er ekki komið með ég held ég var rétt með hvort það var bara að gerast í vikuna þeir séu komnir með bankaleyfi í Bandaríkjunum ég sá það og sko Kraken var að sækja slíkt í Evrópu Crypto.com er alltaf búið að sækja slíkt í Bandaríkjunum þú veist þetta svona eitthvað veginn þetta virðist vera þróunin hjá þessum stóru kryptofyrirtækjum að þau eru bara eitthvað að sigla róöll í sögum átt að verða banka sko. Já og þú veist að þið talað um þetta svona þessar keppni líka verða svona svo kallar superapp sko því þið ætla að bjóða upp á hlutabréf líka og svo frávegi sko og tala um þetta, ég meina Robinhood, við sko Robinhood hérna, svo ég segi það, Robinhood var að koma með hérna með chain, eða þú veist, bálkakeðju svona svipa á Base
og þeir byggja þetta á layer 2 arbitrum. Veistu hvað Robinhood var kallað uppalega? Nei. Cash Cat. Áhugavert. Og á hverju ég að segja það? Þá að þetta var einhver hann úti sem fannst mjög sniðut til eða á Robinhood var komið í chain að gefa út meme-coin Cash Cat sem búin að outperforma allt núna bara undanfarna viku. Ok. Já, þannig að maður verður smá glaður bara að heyra eitthvað svona meme-coin hafi svona bara stað. Já, nei, þú veist, við náttúrulega þetta fylgjumst mjög grannt með þessari þróun og ég held svo sem ekkert að vera með ég ætla ekki að vera margorður óordnað hluti en sko, það sem ég sagði hérna í þætti einhvern tímann í desember að það væri mjög stórt verkefni framöndan hjá myndköpum en ég vildi ekki hafa fleiri orðum að svo stöddu. Ég myndi tala að síðar það var náttúrulega bara þessi Mika-umsókn. Og sko, ég held að sé bara ágætt að koma því á framfæri við hlustendur að, þú veist, við erum fyrirtæki sem náttúrulega viljum alls ekki staðna og hérna, við hefum bara verið náttúrulega með þetta þýsis að þú veist, besta þjónusta sem hún getur veitt þessi ár sem er búin að vera í þessu er bara náttúrulega það að vera hérna vettvangur til að kaupa og selja sýndareignir eða rafmyndir til að allir skilji hvað á við, þetta er sérstakt hugtak sýndareignir og svo að það sé að senda og taka við kryptó þetta auðvitað, og ég held að þetta veri alltaf ykkur kjarni af þjónustu sem aðalega á markanum veita en maður sér það bara þegar maður að horfa í kringu sig að hérna, það eru allir aðalar er að þróa ofan á það og við erum mjög meðvitaðir þetta og ætlum sannarlega Robinhood er að koma með þetta keðju þeir eru að bjóða upp á hlutabréf til þeim á þessu maður sér þetta bara út allt skilur að það eru þessi hlutir það er hlutabréf það er hérna lán það er staking það er payments og allt er þetta mjög krefjandi það er mjög krefjandi að uppfylla allar þær lagareglur sem þarf að gera, þú bara fer ekkert að stað og býður eitthvað svona nema vera hérna, að bæði mikil þróunarvinna og mikil lögfræðileg vinna en við hefum sýnt það á sannað gaman sjálfum okkur og öðrum að við erum færum það að sigrast á mjög erfiðum lögfræðilegum verkefnum og hérna og við erum, það eins ég vil segja er bara við erum mjög fókuserar á það að þróa plattformu okkar áfram og hérna mér er bara mikilvægt að komi fram og líka hlustendur skilja að þegar þú ferð í gegnum svona ferli eins og þess að leifisumsókn með sko 5 manna fyrirtæki svo okkar þá það er engin mannöður til taks í neitt annað en bara að gera það sko. Þannig að núna eru svona öndum aðeins léttar með það, áfram verður náttúrulega mikil vinna það er ekki nógu að setja sækjum og fá leifið, það er líka heil mikil vinna að uppfylla áfram þær kröfur en við allavega horfum spenntir á mörg tækifæri sem við teljum vera fyrir hendi á þessum markaði og að mörguleiti fullkomin tíma sko, það er það sem er góða við hvernig kryptómarkaðurinn er hvernig hann fer svona upp og er þar í einhvern tíma og fer svo niður í einhverja lægð að þá gefst andrými til að þróa af því að þú veist þetta er fullkomin tími til að vera að þróa lausnir en að sama skapi þá er kannski er engin skaði skeður ef þú skilur mig að missa af í einhvern tíma því að þú veist bara til að vera hreinskilin, þú veist, það er ekkert eins og það hefði verið eitthvað algjör game changer að vera með aðra vöru ákvæmt í þessu ástandi sem það er núna, sko. En þetta er sannarlega tíminn til að vera að þróa, sko. Þannig að, já, ég vildi nú bara koma því á framfæra því að, þú veist, þetta er náttúrulega svona einn okkar helsti vettvangur sem náttúrulega ég fæ til að tala viðskiptavinni og alveg mikilvægt að viðskiptavinni vita bara hvað er fyrirtækið sem ég er að skipta við að hugsa, skilur, framtíðina með plattformi sitt í svona ört vaxandi iðnaði, sko. Því að þú veist, ef maður ætla bara að vera eitthvað app sem þú kaupir og selur kryptó út í óendanlega, þú veist, jú, ok, flott að mun líklega alltaf að hafa eitthvert notagildi en ég held að það verði mjög takmarkað
ég held að þessi fyrirtæki sem voru að horfa út í heimi sko væri aldrei að vaksa eins og þau eru að gera ef þau væru bara sama mótil og þau voru hérna 2020 skilur Já. en Já, spennandi. já, hérna og hvað fleira, Björn? Já, sko, þú last einhverja 7 bækur, segirðu mér? Já, ég trúi því nú reyndar eiginlega ekki. Já, ég hlustaði einu og las 6. Það er ótrúlegt. Ég bara þarf að eiga fyrir út árið í bókavatnið. Já, bara metnaður. Já, það kemur í ljós hvað það er. Ég hérna, já, það er en ok, og hvað? Já, ég get farið yfir svona einhverja hluti, sko, að eitthvað sem ég talaði ekki daginn er að það er að koma ný stöðuleikamynd, ég veit ekki hvort að það sé endilega fréttnæmt, sko, því að það eru að koma með margar. Þetta er OpenUSD, það sem er kannski fréttnæmt, þetta eru 140 fyrirtæki sem eru á bakvið þetta, Visa, Mastercard, American Express, Stripe, Coinbase, BlackRock, Standard Charter, Ripple, Google, Shopify, Bybit, við getum haldið áfram Solana, Crypto.com, Gemini, Metamask, fullt af fyrirtæki út allan heim. Og það sem er svona áhugavert við þetta kannski, er að þetta hefur verið þannig að þessi fyrirtæki eins og Tether til dæmis hafa bara, þetta er bakkað upp á ríkisskuldabréfum, þó þeir halda auðvitað að þessum gríðarlega hagnaði af ríkisskuldabréfunum. Circle hefur reyndar eins og í deilti sem hagnaði með Coinbase, sko. Já, einmitt. En þarna er hugmyndin að þetta, sko, hvert fyrirtæki gefur út fyrir sig þessa mynd og þeir hafa hagnaðin af því sem þeir gefa út til að nota eitthvað svoleiðis, sko. Ég veit að samt ekki mér að það hefur þetta verið reynt ýmislegt og það að vera með stöðuleika mynd sem er stjórnað að 140 fyrirtækin geti trúið að væri svolítið flókið, sko. Já. En þetta hafði þetta þau áhrif að verði hlutabréfuna í Circle hrapaði bara við fréttina. Það var eitthvað 15% eða eitthvað. Já, ok. Já. Þetta er sko, ef þú ætlar að flettis upp, þá er þetta alveg 2, myndi ég halda vikur síðan. Ég er búin að sleppa þessu allavega 1 þátt og svo manni ég ekki að því ég var ekki í þættinum þar á undan. En svona það var áhugavert að fylgjast með þessu, sko. Og ég talaði stöðuleikamyndi, þá var ég svona aðeins að skoða því að ég hef verið svolítið svona alltaf að pæli þessu, eins og við höfum talað það, sumir segja Ethereum sé að vinna, aðrir segja Solana sé að vinna á þetta. Og það það að vera að tala sikkur hlutina, það er meira transaction og tekjur á Solana-keðjunni, sko, en það liggur meira á Ethereum-keðjunni. Miklu meira. Ég var að skoða það, það eru 170 miljardar í stöðuleikamyndum á Ethereum. 170 miljardar dollara. Já, og það næst á eftir er Tron með 90. Já. Og svo kemur Solana sem þegar ég skoða tölunar þá hafa það reyndar dottið niður næstu 5%, niður í 14,8 og svo er... Þannig að það er meir en 10-falt, það er meir en 11-falt meira af stöðuleikamyndum á Ethereum heldur Solana. Það er alveg sláandi munur. Já, og Tron þetta bara er svolítið stöðuleikamynds kerfi, það er svo mikið notað í Asíu og Afríku og einhverjum svona löndum, Suður Ameríku kannski, sko. BNB er búið að vera svona auka vissi svolítið, ég sá það líka í svona transactions, þeir eru með 13,8, þeir eru bara rétt á eftir Solana, sko. Og svo er bara Hyperliquid 6, Base 5 og eitthvað XRP tæpir milljarður, sko. Það er ekki meira. Og það er bara þetta RL USD. Já, það mest allt RL USD. Já. Þannig að mér fannst það svona áhugavert, sko, svo til gamans bara, því það er svona lítið ef ég má, svona, til gamans þá tók ég fyrir bara í svona ganni hvernig svona þessi markaður hefur breyst. Ég skoða aftur í tíman svona toppmyndirnar sem eru og ef við skoðum byrjun árs 2017 þá er það bara Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Monero, Ethereum Classic,
Dash sem nú alveg dottið út sko, sem átti að vera eitthvað svona payment eitthvað. Svo Okur, Aukur. Aldrei eftir manna. Það var einhvers konar prediction market. Það voru undan sinni samtíð. Sko. Wow. Og þú veist, eitthvað Steam sem var eitthvað social media chain sko. En svo bara strax bara áramótin þá var komið inn í þetta sko í 7. sæti IOTA sem var svona Internet of Things. Stellar var komin hérna inn einhvern veginn sko. Samt svolítið merkilegt að þú nefnir hana Bitcoin, Ethereum og XRP og eftir öll þessi ár, næstu 10 ár þá þetta áfram Bitcoin, Ethereum og XRP. Já, það var einmitt það sem ég, gott þú tekur eftir það sem ég, þú veist, í öllu þessum árum sem tók fyrir, ég tók líka 2021, 2024 og núna, þá Bitcoin alltaf efst, nema eitthvað svona, kemur eitthvað sem þá vitlaust eiginlega að reikna, því að, þú veist, núna er til dæmis í 7. sæti figure, eitthvað, það er ekki að marka því, þetta er eitthvað svona lána eitthvað, við erum að tala um svona, market capið á myndinni sjálfur. Þetta er náttúrulega alltaf búið að vera sko Bitcoin og Ethereum 1 og 2. Alltaf Bitcoin í fyrsta sæti síðan 2017 og alltaf Ethereum í öðru sæti, svo hefur verið, þú veist, XRP. Er ekki bara XRP og Solana? Er XRP og Ethereum hafa skipt þarna í fyrsta og öðru sæti? Nei, ekki XRP og Ethereum, XRP og Solana. Ég er með tölunni bara 2017, loka ársins, það kannski bara verið stuttu tíma. Já, jú, fyrirgeðu, það kann að vera, 2017, já. Já, en annars hefur verið bara heilt yfir Ethereum í öðru sæti og svo hefur þetta verið XRP, kannski BNB líka, sem hafi verið þarna á eftir. Og svo þetta Solana komið inn núna nýlega, sko. Og þú veist og nýjir á þessum topp 10 lista, meina það var þetta 2024 var Avalanche og Toncoin fóru á topp 10 listan sko, en nýjir á listanum núna er Hyperliquid, Dogecoin og Dogecoin er búin að vera að einhvern tíma og hérna Zcash. Þú veist, en þetta segir, ég fór að hugsa þetta, segir manni kannski sko, þú veist, þú hefur kannski ykkur ofur trú á ykkur í ykkur búlmarkað og sem er frekar nýleg en svona þessi saga, meina, þú hefði getið verið haft ofur trú á Monero á sinni tíma eða hérna Litecoin á sinni tíma eða jafnvel IOTA og eitthvað svona, þú veist, bara umræðan hefur bara verið þannig Polkadot sem er dottið út af þessum topp 10 lista og eitthvað svo leið, sko Cardano og eitthvað svo leið, sko að þá sér maður rauninni, sko, þú vilt vera svona tiltöla örugur að þú veist að það sé ekki bara hverfa alveg sko, eins og einhvað af þessu hefur gert að þá er það bara Bitcoin og Ethereum og við getum þá sagt kannski XRP, BNB og Solana kannski svona. Ég myndi meiri sér ekki þóra að segja þær myndir sko. Ég held að svona þú veist sko allan að Bitcoin og Ethereum. Já, það er svona það er allavega þú veist, það er alveg ástæða fyrir því að þegar svona íhaldsamari fjárfestar heldur en dæmigerði kryptofjárfestin sem er oft hérna áhættusvægnir kallmenn undir 50 ára sem er svona typikal kryptoinvestor þegar annar hópur en hann er að fara í þetta að þá er sko gríðarlega mikið bara þetta er nánast bara Bitcoin og svo eitthvað smá Ethereum og kannski eitthvað DAS af Solana eitthvað og það er alveg ástæða fyrir þessu af því að þú horfir á hana marka utanfrá og þú sér bara það eru Bitcoin yfir $1 trillion asset yfir 16 ára saga Ethereum hefur verið nálægt 500 ég held að við náðum núna á toppnum þá náðu held ég yfir $500 milliardar asset og hérna núna 10 ára saga. Já og það er, þú veist, það er þetta bara þannig að þessi svona fagfjárfesta hópur sem við erum að tala er alveg rétt hjá þér, þetta er bara Bitcoin Ethereum langmest, þú veist, þó að sé komið kaupallarsjóður og fleira, Solana og XRP þá er þetta bara svo lítið hlutfall sko og svo þó við séum með eitthvað svona Scaramucci og eitthvað sem að trúa Solana, þú veist, til þess að Solana virkilega stækki og standist þá þarf það einhvern veginn
að vera meira mainstream svona payment með krypto og það auðvitað ógn í því þú veist, eins og þú hefur sagt að þú hefur kannski ekki til að trúa því sko. En ég var nú að sjá frétt núna það hvað var það? Það voru einhverju bankar Já, það var það sem ég ætlaði að tala sko. Já, 27 bankar eða eitthvað man ekki hver fjöldin var en þetta var allavega að sem voru núna að held ég setja á laginar hvort, ekki endilega stöðleika mynd, ég las ekki alveg nóg vel minnst að hvort þeir voru að setja búa til sína eigin bálkakeðju þannig að þú veist en sko til að vera saman við innan gæðslapa vissum, það er að segja okkur fannst það mjög líklegt að þetta yrði reynt það er að segja að fyrirtæki væri að búa til sína eigin bálkakeðjur alveg eins og þegar internetið var að ná fótfestu að þá var fullt af stórum fyrirtækjum að reyna að búa til sína innri netkerfi sko, alltaf ekkert að vera að fást við alnetið sko, en svo bara átt að volsa bara þú veist, alnetið mun gleypa þetta alltaf meikar ekkert sens að vera með einhver innra kerfi ekki nema, jújú, það getur alveg meika sens og enda dag í dag getur meika fullkomið sens að vera með einhver innri kerfi sko, netkerfi bara fyrir eitthvað mjög afmarka og til dæmis eitthvað öryggistengt og eitthvað svoleiðis en allt sem á að ná einhverju ná til almennings og stór og sko breiðs hóps þú veist það held ég allavega ég veit það ekki en ég held að það verði mjög erfitt að ná því ná því á eitthvað flug sko ég get alveg skilið þannig notkun á bálkakeðju fyrir eitthvað bara þú veist ég get ímyndum að ég bara teka eitthvað dæmi segjum bara sýslumaður væri með eitthvað slíkt kerfi fyrir þinglýsingar en það væri samt hægt að sjá það opinberlega skilur mig en það væri ekki hægt að eiga neitt við bálkakeðjuna það væri bara starfsmenn sýslumanns eða eitthvað þetta er bara dæmi, random dæmi sem að taka en maður sér það rauninni sérstaklega yfir eitthvað svona aðalið sem með stóran viðskiptamannahóp ég meina þú sér bara Robinhood sem kemur með layer 2 á Ethereum ég man ekki hvort þeir sem er 30 miljón viðskiptavinni eða eitthvað, ég man ekki tölunum bara á þessari viku er búið að stofna 130.000 veski og bara þú veist veltan á Uniswap hefur aukist alveg gríðarlega því þeir eru að nota Uniswap sem DEX á sig sko þannig að þú veist þá geta þessi stóru aðilar og þú veist það sem að Robinhood hefur mögulega fram yfir Coinbase er að þeir eru miklu meira þið fara inn í þetta allt saman superapp út frá svona traditional finance þeir er náttúrulega að byrja þar og Coinbase er með kryptokjarnan sko og er að færa sig yfir í hefðbundin fjármál má segja á meðan það er einmitt öfugt hjá Robinhood sko og já, þetta er áhverð ég eins og ég segi þú veist, tíminu verður að fá að leiða til ljós en ég er í stórkostlega hissa ef einhverja svona innri lokaðar bálkakeðjur verði ógn fyrir þessar stóru dreifðu keðjur sko þú veist, aftur, ég meina þú veist, ef það er eitthvað sem maður hefur lært í þessu það er bara vonlust að segja til óorðna hluti sko en við sjáum til Já, það maður koma eitt svona sem er ekki beint nei, það er ekki krypto og þetta er eitthvað sem að svona hálfpartinn svona stoppaði yfir og trublaði þess að því við vorum að tala að koma úr krypto eins og Coinbase, við komum úr krypto inn í þetta allt saman, inn í gervigreindana til dæmis, þannig að ég veit ekki hvort þú að sé það, ég meina þú veist að hérna Anthropic sem er með Claude, þeir eru með svona nöfn á mótilónu þeirra, það er Sonnet, Opus, Fable 5 en ChatGPT hefur bara verið með númer Já. Nú verður þeir að gefa út 5,6 og verður komið með svona þrjú svona nafnamódel. Veistu hvað þið heita? Sol. Já, Terra, já, alveg rétt. Og Luna. Já, alveg rétt. Ótrúlegt. Ég bara, Solana, Terra, Luna. Og bara ég fatta þetta allt í einu núna þegar ég sá að Er þetta kryptóri referensi? Nei, ég held þetta er að segja eitthvað sólkerfis. Já, ok, en það hlýtur ykkur að hafa verið meðvitaður sanda. Já, ok. Spurði hvort þeir hefði meðvitaður fall Terra, Luna, sko. Sem var í 7. sæti að nota bena hérna. En þar kemur kannski inn í, sko, þú veist,
að maður getur verið sjálfhverju í sinni búblu skilurðu, þú veist þetta er náttúrulega þetta er heimurinn snýst ekki búbluna sem maður sjálfur hærist í sko. Það er svolítið þannig. Það getur þetta verið skemmtir saga sem ég aðalega svona Já, en jú, ég man alveg við vorum að tala á skrifstofunni sko. Ég kveikti leið sko. Við vorum eitthvað að hlæja þessu. En Terra Luna var semst í 7. stærsta myndin í loka árs 2021. Já. Svo það komið fram. Einmitt. Það var nú bara svona krypt og harmleikur svo saga sem snerti okkur báða persónulega en sem betur verið þá kom það aldrei til greina eftir skoðun að bjóða upp á það hjá myndköpum. Ég vildi óska þess að ég hefði sjálfur tilengja mér þá afstöðu líka en ég fór nú ekkert svo svakalega flatt á því en það var bara, hæpið var svo mikið að það var eitthvað en ekki hægt að hunsa alveg. Það má deilum það hvort ég fór flatt á því. Ég nenni ekki að hlusta aftur á í 20. skiptið hvernig þú Nei, við skulum ekki vera að rifja það upp. Við skulum bara horfa á framtíðina. Já. Framtíðin er björt. Einmitt. Og að því sögðu er eitthvað meira sem langar að tala um? Nei, ég held að ég sé bara nokkuð góður sko, bara hlakka til að sjá hvað gerist núna í kjörfarið sko. Já, er það að tala um í kvöldi í HM eða í kryptó? Já, ég býst við meiri svona skemmtilegum fréttum í HM heldur en kryptó, þannig að ég allan að meðan ég er eins og þú, ég er svolítið svakkar fyrir Englandi, ég veit stundum eiginlega ekki endilega af hverju, ég held að ég sé bara finn svo mikið til með þeim, sko. Þetta er nefnilega, málið er það, ástæðan fyrir að ég, eitthvað veginn, sko, ef maður tekur þetta lag, It's Coming Home, sem ég hlusta mikið á þessu dagana í bílnum, og tilfinningarnar sem eru í þessu lagi, svo veist, þetta er vonbrigði, sársauki, von, nostalgía, þetta er bara svona allt alveg bara eftir uppskrift hvað fær mig til að verða sökkar fyrir ykkur, þú veist, bara svona þetta narratív sko, bara þú veist, ég meina þetta er gefið út 96 og þá voru sko 30 years of hurt sko, nú er það 60 years of hurt en það sem ég vona að maður geti sagt eftir 19. júli er sko no more years of hurt, no more need for dreaming þú veist. Já, það verður allan eitthvað búið að gerast í þessum málum þegar við heitumst. Ég veit ekki með krypto heiminn, sko. Heldur betur. Þannig að byrja að taka þetta Spútniklið út, frændur okkar í Noregi. Hvernig, er þetta Spán Belgía í kvöld og svo Argentína Sviss, eða er það? Nei, það er á morgun er England Noregur og svo kvöldum eitt nóttina er Argentína. Já. Ekki rétt hjá mér, Yngvi. Já, ég held að. Já, hann þarf ekki að fletta þessu upp. Nei, þetta er rétt. Heyrðu. Það er 8 í kvöld, 9 á morgun og 1 síðan. Nei, 7 í kvöld, Spán Belgía og 9 á morgun, Noregur England. Skeikaðum klukkutíma. Já, ég er auðvitað ennþá bara á hálfum spænskum tíma. Já. Heyrðu, þá held ég við séum bara nokkuð góður. Já. Og að því sögðu þakka ég þér kærlega fyrir spjalli, Björn. Og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað næst, verið sæl.